gæta íslenskra hagsmuna. Það er hægt að nefna dæmi af Eurobótarnir, ég veit ekki þið þekkið þá nú einhverja mörg ykkar. Þegar þeir voru sem sagt það verið að gera þjóðarviðurnar við þá voru reglur sérfræðingar á hverju sviði af borðinu og búin til íslensk sérákvæði við þá. Það er svona dæmi þar sem verið að gæta íslenskra hagsmuna. Mikilvægt að fylgjast með, þetta er lítið atriði þarna neðst sem að mér langar að segja ykkur örstuð frá og kannski margir þekkja ekki. Staðlarnir eru þess eðlis að það geta allir skipt sér að vinnu við þá sem hafa áhuga á því. Menn halda stundum eða þá veit ekki betur en að þetta sé einhvern plagg og einhvern fyrirtæki sem verður bara einhvers til og það þá þess vegna í einhverjum sérhagsmunahópsviði í Evrópu. Það kann að vera að það sé í einhverjum tilfellum þannig að það komi þá á borðinu. En þessar tækninefndir sem að gera þessa staðla, þær eru opnar öllum sem vilja skipta sér að vinnu við þá. Það að segja og þetta er pínlítið mikilvægt ef það er verið að smíða einhver staðal, til dæmis í Evrópu, sem að einhver þingar kann hafa áhuga á að fylgjast með vinnunni við meðan hann á vinnslustigi. Og það er svo mikilvægur þáttur í þessu að fylgjast með honum meðan hann á vinnslustigi. Hann ekki orðinn af frumvarpi, hann aðeins í þessari frumvinnu. Þá getur til annað fólk fylgst með vinnunni þar í gegnum að vera svona observer eða bara í rauninni svona skanna það sem fer fram í nefndinni og eftir atvikum skipt ykkur að því og þá bara í gegnum netið. Þið getur komist á mail-lista nefndarinnar en það er þó í gegnum okkur. Þið bara óskið sérstaklega eftir því við okkur hefur staðráði. Þá getur þið komist á mail-lista og þá getur þið fylgst með staðið nefndarinnar í gegnum netið og til við haft áhrif á það sem það er að gera. Ganga skrefinu lengra eins og í einhverjum tilfellum gert í gegnum Ísland, þá er hægt að skrá sig í nefndina. Það er hvert ykkar hér sem hefði áhuga á því, gæti skráð sig í vinnu við gerð einhvers, þá ykkar tilfellum væntanlega flestum tilfellum einhvers tiltekins brunastaðans og tekið bara virkan þátt í gerð staðarsins. Það undirstrikar það, þetta er opið og það er í mörgum tilfellum sem að menn nýta sér hér á landi að fylgjast með starfi nefndarinnar í gegnum tölvupóst og gegnum þá bara í rauninni rafrænan vettvang það sem er að gerast í nefndinni og skoða gögnin og skoða tillögurnar og hugmyndirnar sem eru á ferðinni. Og í öðrum svona tiltölulega fáum tilfellum þá gera fyrirtæki hér út menn niður til Evrópu til að taka þátt í staðlagsmálum. Dæmi það eru fylliefni í malbygg og fylliefni í vegagerð. Að vegagerðin gerir út verkfræðing sem tekið þátt í starfi tækninefndarinnar sem fjallar þau mál. Og það er gott því að bara svo ég nefni sem dæmi íslenska hagsmuni í þeim efnum að þar var til dæmis gripið inn í skilgreiningu á frostþoli á efnum í malbygg og vegagerð. Og það þarf ekkert og ekki þarf að nefna notkun nagladekkjana. Það var bara talið heppilegt að það væri ákvæði sem varðaði slitþol nagladekkjum í fylliefnum á Íslandi sem það finnst eitthvað Spáni eða Ítalíu. Þannig að það getur verið alls konar hagsmunir sem gott að grípa í eða bara að fylgjast almennt með starfi nefndarinnar. Ég langar bara að undirstrika þetta að þið sé áhugi fyrir því, þá er hægt að koma til okkar og láta skrá sig sem annarkort svona á serverinn í nefndinni eða virkur þáttakinn. Nú, ég opnaði þetta bara allt hérna. Innra skipulag starfráð sér þannig að við erum bara eins og stendur á það neðist, það eru 9 starfsmenn þarna, þetta er pínulítill vinnustaður í þeim skilningi og þetta er svona sjálfseignarstofnun, það tilheyrir ekki sérstöku ráðuneyti eða eitt slíkt, það er ekkert ráðuneyti sem með svona reglíf yfir okkur, þetta eru bara þessir aðilar eins og samtök iðnaðarins og aðrir slíkir, það eru aðilarnir að staðlaráði sem að skipa stjórn staðlaráðs. Þannig að þetta er svona sjálfseignarstofnun.
Þetta samansett af nokkrum fagráðum, byggingarstaðlaráði sem að ég stend fyrir, fagstaðlaráði í upplýsingatækni sem svona þarf að tala rafræna reikninga og samræming á lyklaborðum og tölvum og þetta heitir allt. Rafstaðlaráði sem þá raflænum í byggingum og annað tengt því. Síðan fagstaðlaráði í fiskimálum, tiltölulega nýstofnað og svo eru 2 fagstjórnir. Fagstjórn í gæða- og umhverfismálum sem ég þetta sé líka og fagstjórn í veltekni. Munurinn á fagstjórn og fagstaðlaráði að fagstaðlaráðin eru sjálfstætt fyrirbæri inni hjá okkur. Byggingarstaðlaráð er sjálfstætt fyrirbæri með sérstakan fjárhag og getur ákveðið að veita minniháttar upphæðir, svo við kalla, í einhverja vinnu sem telst varða hagsmuni hér heima. En fagstjórnin er aftur svona kallaða samanlæknisstörfum. Þannig að nú ef þið hafið eitthvað spurningar, þá endilega bara láta vaða. Nú, stöðnun og samræming, og þetta var það kannski fínlítið þess að þeir það fara að fjalla eftir með innsta staðalinn og svo í framhald af því hvernig við meðnum hann. Staðlaráð ákveður í rauninni ekki hvað skuli staðla. Það eru þið, eða eftir atvikum hagsmunaaðili í hverju tilviki. Ef það kemur fram vilji og beiðni að staðla einhvern tiltekinn atriði, þá er það bara tekið og sett í nefnd og það er staðlað. Það er ekki staðlaráð hefur ekki eftir í rauninni það að segja beinlínis. Það er heldur frekar þannig að þeir verkstýra og hafa hlutum í þeim farvegi sem ætlast til að staðlar séu og geta tryggja að þetta sé unnið með hlutlausum hætti. Þetta er hlutlaus vettvangur stöðnunarstarfs með tengingu við alþjóðlegt starf. Nú, það sem gæti fælst í þessari setningu, hlutlaus vettvangur stöðnunarstarfs með tengingu við alþjóðlegt samstarf. Dæmi, innstastaðarinn sem við erum að fara að fjalla þið og ég reyndar þarf að yfirgefa okkur, að fara að fjalla hér á eftir. Það er í rauninni ekki heimilt að búa hann til og gera hann aðstaðli í þessum Evrópulöndum nema af því að það er ekki til staðar sama mál í Evrópustaðlareglu. Það er búið að gangast því með þessari aðild að þessum staðleginni að sé til EN-staðar málefni, efni sem er verið að fjalla þá hafa aðildarlöndin ekki heimild til að búa til sinn staðar málefni. Og af hverju er þetta? Þetta er náttúrulega kannski fyrst og fremst til þess að koma í veg fyrir það að, það má náttúrulega segja kannski fyrst að það óþarfi. Við erum aðilar af einhver samstæðum og það er til einhver staðall sem heitir búin að búa til og er öllu jöfnu þá gott sammæli það sem er verið að fjalla og svo hitt að það er klárlega verið að koma í veg fyrir það að lönd getur að búa sér til einhverja viðskiptahindranir og búa til einhverja svona eigin lausnir. Nú hagsmunaaðilar koma saman og semja staðal eða tæknibúlskrif, stöndum okkur bara við staðalinn. Sammæli, samstaða, hagsmunaaðila, grundvallaratriði. Í staðlastarfinu þá er þetta gætnum þannig að það situr einhver nefnd eins og ég var lýsa fyrir ykkur áðan og þið getur orðið aðilar að og það er að takast á einhver atriði. Þetta kunna vera framleiðendur á nefnum bara sprinklerkerfi eða eitthvað annað. Þetta kunna vera verktakar og verkkaupar þegar það fjalla samningsstaðla. Þannig að það eru oft á tíðum verulegir hagsmunir sem verið að togast á hvað stendur staðlum. En í þessari vinnu þá er ekkert farið frá borðinu fyrir að þeir sem sitja við borðinu eru sammála það sem stendur. Þannig að það er gengið mjög langt í því að gæta sammælis milli þessara aðila sem eiga hagsmuna gæta varðandi þessum staðlum fjallum. Þetta er líka mjög mikilvægt atriði, eins og ég sagði áðan. Mér finnst oft þægilegt að vitna í ISD30 sem er staðallum verkframkvæmdir, samningsstaðallum verkframkvæmdir. Þar sita verktakar og verkkaupar. Það er Reykjavíkurborg og Framkvæmdasýslan og það er Kolbeinn forstjóri Ístak sem er borðið og þar standa menn ekkert upp fyrir þeir eru sammála þessu stendur staðnum. Og afraksturinn er þannig að ISD30 sem er að mínu viti mjög vel heppnaður staðall og ég nefni hann og að ég á vonandi að flestir að þekkja hann, þó hann var ekki brunamál sérstaklega, að hann er óumdeilt plagg
í samningum verkframkvæmdir. Það allir sammála sem koma á borðinu, allir saman hvaða hagsmuna þeir hafa gætað, hann gott plagg. Og þannig eiga staðlar að vera, og þannig reynt að gera á þetta ef það er smíðan. Og jæja, ég sagði að þetta verði ekki mjög lengi að tala hérna, þannig að þetta tengstaðlar á reglugerða, staðlar í sjálfu sem ekki skyldubundin. Þetta líka mjög mikilvægt. Allt þetta staðlarverk, það ekki skyldubundin. Staðlar valkvæðir. Það mjög mikilvægt. Það allavega í mörgum tilfellum að menn svona líta á þetta sem hálfgerðar reglugerðir, en síðan það þannig, og það á við í ykkar umhverfi sem þetta dálítið svona, já, ég veit ekki hvaða orði ég á að nota, en það sem sagt mikilvægt að þar séu skýrar reglur og góðar reglur, öryggi og annað slíkt, að það hægt að gera staðlega skyldubundna með bindandi tilvísunum í reglugerðum eða lögum. Þá verða auðvitað ákvæðið að vera skyldubundin, en það í rauninni reglugerðin þá sem skyldubundin og notar staðalinn til að byggja undir það. Já, nýjaðverðin vörður sem uppfylla kröfur tiltekinna staðla teljast þar með uppfylla kröfur tilskipana. Þarna nú ákvæði, já, ég var að því gangist ekki bara við því að ég var að nota fyrirlestur sem var kannski með öðrum markmiðum. Þetta ákvæði úr CE-merkingarumhverfi staðlanna. Þegar það verður CE-merkja, þá til kröfustaðlarum og þá líka við bruna hluti eða brunatengd málefni að verður að CE-merkja staðlar. Þá ekki skylda að fara eftir kröfustaðlinum til dæmis sprinklerkerfi. Það má leita annarra leiða sem uppfylla ákvæði staðalsins. Þannig að almennt best að fara eftir staðlinum. En þannig ekki skyldubundin fyrir að búa að vikna í reglugerð. Opinber innkaup. Þetta atriði sem að einhvern tímann kemur yfir borð að minnsta kosti hluta ykkar. Það skylda að vísa til íslenskra staðla sem innleiða evrópska staðla ef þeir eru til. Fólk áttu sig ekki á þessu. Og jafnvel stórar stofnanir hér á landi sem eru í rauninni bara í innkaupum, það bara ekki allir með okkur einum. Það sé til íslensku staðall, og þegar ég segi íslensku staðall, þá ég að tala EN-staðall, það þessum 24.000 Evrópustaðlum. Það bara til Evrópustaðlum hvernig þessi stóll á að vera í einhverjum meginatriðum og það á að kaupa 5.000 stóla á Landspítala, þá verður að vitna í þennan staðall. Það bara svoleiðis. Það skóknað það. Ferlið í gerð staðlafrumvarpa, þá erum við komin okkar viðfangsefni sem að þið svo að fara að fjalla á þetta. Nú tæknin nefndi að vinnuhópur gerir frumvarpastaðli. Í þessum tilviki þá norræn nefnd að gera frumvarpa að þessum innsta staðli, innsta 950, og þetta svo kallað norræn staðall. Og þetta innsta staðall, og ef að við ákveðum að gera það í íslenskum staðli, þá mun hann heita IST innsta 950. Efni frumvarps kynnt hagsmunaaðilum. Þetta í rauninni þessi þið við gera núna. Það kemur til maður og fjallar efnið og segir ykkur allt það. Þetta ekki skylda. Þetta oftast ekki gert. Við hins vegar gerum þetta nánast alltaf í byggingarstaðla og þegar við komum að meðandla staðal sem á að gera í Íslandum sem alvar svona sérhagsmunni, þá gerum við það alltaf nánast undantekningarlaust, þetta farið rétt með. Við höldum kynningarfund fyrir hagsmunna. Við gerum mjög gjarnan á morgunverðarfundum niður í verkfræðingafélagi, kynnum efni staðalsins. Það bara til að auka líkurnar á því að staðalfrumvarpið sé svona tiltölulega endanlegt plagg þegar það auglýst. Reyna að koma í veg fyrir að það verði miklar meiningar eitthvað sem á að vera öðruvísi en það í frumvarpinu þegar það fyrir auglýsingu. Þetta teljum við bara gott vinnulag og gerum þetta almennt. Nú vinnuhópurinn, það er að segja að tækninefndin skoðar óformlegar ábendingar með tilliti til efni staðalsins. Þannig að segja ykkur að því að það sem verið ekki á þessu stigi, það óformlegt. Það sem ég ávinna því, það formlegt þegar búið að setja staðal frumvarpið í formlega auglýsingu. Nú þetta óformlegt, þetta bara menn spjalla saman og menn geta bara svo sérstætt á borð og breytti svo þegar það eru auglýst, þá er það svona í formlegt ferli.
Vinnuhópur skoðar óformlega ábendingar með tilliti til efnis staðals og eftir atvikum tekur tillit til þeirra eða ekki. Það koma fram sjónarmið og menn geta verið sammála að taka tillit til þeirra eða ekki. Samþykkt að setja frumvarpið skyldur út í ferli fyrir útgáfu og það þá næsta skref. Þá staðan frumvarpið auglýst til umsagnar og þá fer þetta formlega ferli í gang sem er sem sagt skyldubundið og umsagnartíminn að lágmarki 2 mánuðir. Oft hafður 3 en hann að lágmarki 2 mánuðir. Það auglýst til umsagnar og þá á þessu auglýsta tímabili þá aðeins tekið við skriflögum og rökstuddum athugasemdum. Menn taka ekkert við eða það ekkert gert með svona þegar menn svona kannski slá ykkur fram. Þetta bara formlegt, þú voru skriflegt og þú voru rökstyðja. Annars þetta ekki skoðað. Þá þetta sem sagt komið í þetta formlega ferli og þetta sama ferli í rauninni með einhverjum blæbrigðamunum á tímalengd og Evrópustaðlafæri. Allt staðlaverk fer í þetta ferli. Það hafa allir möguleika að koma að því að segja eitthvað þetta stendur og það svo mikilvægt í staðla. Og þá að gera að nýta sér það að kynna sér efni í staðalsins þegar hann varðar ykkar sérsvið og segja eitthvað það. Vinnuhópur fer yfir athugasemdir og tekur tillit til þeirra eða hafnar. Það oft þannig að vinnuhópurinn fær einhver athugasemdir sem að kunna vera ágætar. En það með einhverjum hætti tekið á því í staðilinu sem þeir telja á. Þeir telja ekki ástæðu til að verða við athugasemdir eða fara eftir. Oft koma svo athugasemdir sem betur fer. Þá hefur vinnuhópnum yfirsést eitthvað eða það koma ábendingar að það megi nálgast hlutina öðruvísi og þá tekið tillit til þess. Alveg sama hvort ábendingin samþykkt eða henni hafnað, þá eins og ég setja þetta í gæðsalappa, eiganda athugasemdarinnar gert grein fyrir hvernig maður lýst út. Það formlegt ferli og einhver sem leggur vinnu í það sem gott, hvað svo sem gert við athugasemdina, að opna sig einhver ákveðin tiltekin atriði í staðnum, þá fær hann svör. Ef því hafnað, þá fær hann svör það og það rökstutt af nefndinni akkur því hafnað. Ef það ábending sem orðið við, þá fær hann líka svör það. Það allt unnum formlegum hættið. Leiði ábending til minni áttar breytingar á frumvarpi. Nú vorum við að tala 2 mánaða umsagnartíminn liðinn. Það búið að stafla athugasemdunum upp og nefndin að vinna með þær. Og leiði eina ábendingunum eða eftir athugun fleiri til minni áttar breytinga á frumvarpi getur tækninefnd ákveðið að gefa staðar út án frekari auglýsingar og tekur þó staðling gildi af því loknum. Það kom oft athugasemdir að það sé heppilegra við eitthvað pínulítið öðruvísi við og gera einhverjar tölur eitthvað pínulítið öðruvísi en stóð í staðlinum og þá eru leikreglurnar þannig að þá bara allt í góðu við gerum þessar breytingar, við kynnum þær og svo bara tekur staðling gildi. Komi fram ábendingar sem leiða af sér sem við gætum kallað svona efnislegar, svona einhverja bitastæðar efnislega breytingar á því sem búið að auglýsa að vinna með. Men bara bæta við einhverju sem bara skiptir verulegu máli með að þessu stóðu í auglýstu frumvarpi. Þá fer þetta ferli aftur í gang. Þá auglýst aftur og þá auglýst nýtt frumvarp með þessum efnislegu breytingum og það sett í gangi í 2 mánuði. Og þá gæti einhver sem ekki hefur séð þessa breytingu gert athugasemd við hana. Þetta gerist nánast aldrei, hefur ekki gerst á þeim tíma sem ég verið, þarna í einhver 5 ár, en þarna varnaglega á því að sammæli, allir geta skoðun og hvernig verði fyrir allir. Ég held að ég hafi sjálfsög ekki alltaf að hafa þetta lengra, ég var nú að vera stöðvarður og ég hef verið það aðeins lengra ég held að en ef það eru spurningar þá ég gert að svara þeim. Ég get því miður ekki með ykkur ég á leiðinni út í Háskólatorg að fara að tala CE-merkingar ef ég verði ekki bara að missa röddina og
núna klukkan 10, þannig að við sitjum kannski aðeins hérna en svo trýtlaði hérna út í Háskólanum í Reykjavík. En ef það eitthvað spurningar, þá til að láta þær koma. Einn spurning hann talaði varðandi opinber innkaup sem væri ekki geta stafað við varnarli. Það var að geta þess, þetta ekki sjálfkrafa, þetta lög í landinu opinber innkaup og þá geta stafað þetta sjálfkrafa, þá þarf það bara að geta þess sérstaklega. En það kann að vera rétt sko og er ábyggilega rétt ábending. Það sem hins vegar þarf að gæta að þeir sem gerir innkaupið átti sig á þessu saman og þeir séu þá ekki að kaupa eitthvað sem fer ekki til stöðlunum. Það er kannski fyrst og fremst það sem er með auðvitað. En það er alveg rétt. Í þessum heimi, staðlaheimi og laga- og reglugerðarheimi, það þarf ekki að taka fram á þessi stæðurlega gildir. Það er alveg hárrétt. Takk kærlega fyrir mjög góða kynningu, mjög skemmtilegt áhuga. Er það svo að nú norrænn vinnuhópur búinn að vinna að þessum staðli, það er búið að samþykkja staðlinn í Svíþjóð og einhverjum fleiri, en við Íslendingar við gætum tekið til og breytt þessum norræna staðli eftir því sem við viljum og búið til íslenskan norrænan staf sem heitir þetta. En kannski efnislega eitthvað öðruvísi heldur en sá sænski, er það möguleiki? Er ekki innstafstaðlar, eru þeir ekki meira að minna samhljóða í Norðurlöndunum eða geta verið einhverja variasjónir þar á? Ég veit að það er búið að samþykkja þennan stað af sænsku staðlar. Getum við þá kannski gert einhverja breytingar sem það getur mögulega að passa á? Þetta ég átti nú alveg eins og voru á þessari spurningu. Það er fín. Og já, þess að þetta er þannig að Innsta er samnorrænt staðall og meiningin með þessari vinnu er að búa til samnorrænan staðall sem verður eins og öllum Norðurlöndunum. Það er sem sagt hugmyndafræðin. Það sem vantar inn í þetta ferli og ég veit ekki, ég hef ekki alveg kannski svörum við því af hverja við auglýstum þetta ekki leið og hinnar Norðurlandaþjóðirnar. Við gefum það sem þetta ekki. Það breytir ekki því að það sem við erum að fara að skoða er alveg jafn gott fyrir það. Það sem við getum gert og það sem ég hef velt fyrir mér og ákvæðum og svo sem fara ekki að tala sérstaklega hér en þarf að skoðast ef til vill. Það koma ábendingar sem varða íslenska hagsmuni og með þeim hætti að við viljum koma inn í þetta plagg. Þá sú leið fær að gera innstafstaðalinn að íslenskum staðli með viðauka. Eða, eftir atvikum, eins og þú nefndir Björn, gera þennan innstafstaðal að íslenskum staðli. Þá tökum við bara þennan innstafstaðal og þá yrði hann ekki IST insta. Þá yrði hann bara IST eitthvað númer og við myndum gera það sér íslenskum staðli. Sú leið líka þær. Mér finnst hún lagari, en vel að merkja, það hefði verið betra að auglýsa þetta og vera með þennan full leið og hinnar Norðurland. En komi hins vegar ekki fram, og í þessu samhengi sem ég var að tala áðan, ekki fram veigamiklar athugasemdir við efni staðarins sem gefa tilefni til að breyta þessu sem verður að fara að fjalla hér á eftir. Þá getum við bara tekið hann og auglýst hann og komi ekki fram veigamiklar athugasemdir við það. Þá verður hann bara gefið út sem innsta staðal eins og Norðurlandi. Ég svaraði þetta. Þetta var mjög fínt takk. Eitt örlítið atriði sem ég kom kannski ekki að í gerð á þeim tíma sem var að gera staðinn, þá þetta kannski, og þið vitið það kannski flest að þá var Brunamálastofnun svona að vakta efnið. Þeir voru þessi observer á efninu á líðandi stund fyrir íslenska hagsmuni. En, já, það voru blið. Og ef það ekki þá hefur ég lokið málinu og þetta bara fyrir að vera með ykkur aftur.
Og það kannski sitja hérna aðeins áður en ég fer allir út í Háskólann í Reykjavík.